Af hverju ætlar þú að segja nei við áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB? Ástæðan fyrir ég ætla að segja nei að ég hef reynslaði búið í Evrópusambandsríki og ég hef samanburðinn og ég veit að það eru ákveðnir hlutir sem við viljum kannski laga hérna eins og vaxtastig og annað en ég veit líka að það eru aðrir hlutir sem að vega kannski ekki alveg upp á móti kostina ef að þessi hluti myndir lagast við inngöngu í Evrópusambandið. Og ég veit líka að ef við ætlum að taka upp evru og við ætlum að lækka vextina þá verðum við að taka til hjá okkur fyrst. Þannig ég trúi því mjög eindregið að við þurfum þá bara að gera það, sjá hvernig hlutirnir eru þegar við erum búin að laga þessa hluti og taka þá ákvörðun það hvort að við viljum fara í Evrópusambandið eða ekki út frá því að hlutirnir séu í lagi en ekki halda að Evrópusambandið sé einhver töfralausn. Ég til dæmis flutti heim frá Svíþjóð til Íslands og launin mín tvöfölduðust. Það er munurinn. Ég var að vinna í svipuðum bransa, reyndar fór úr einkageiranum í opinbera geirann og samt með helmingiðast tvöföld laun og útgjöldin mín tvöfölduðust ekki af því að allur fastur kostnaður við að búa í Íslandi er lágur. Við borgum lítið í hitt og rafmagn, símakostnaður er lágur og bara svo lengi mætti telja. Þessi svona föstu útgjöld sem við höfum fyrir utan kannski húsnæðislánu okkar, hann er mjög lágur á Íslandi miðað við laun. Og ég hef áhyggjur af því að þetta samkeppnisumhverfi sem við viljum draga hingað með Evrópusambandinu myndi hækka allan þennan kostnað töluvert þannig að þessi ábati sem að margir sjá af því að vextir myndi mögulega lækka hann væri fljótur að eyðast upp í þennan fasta kostnað sem að ég er nokkuð viss að myndi hækka.